Já, sælverði, Guðmundur heiti ég og formaður Landverndar. Ég komin hérna í kaffi til Guðmundar Inga sem framkvæmdastjóri Landverndar. Hann reyndar betur þekktur sem Mummi. Sælverði. Við ætlum svona aðeins að spjalla hérna rammaáætlun og þessa nýjustu tillögu Jóns Gunnarssonar sem að setja allt á annan endan í umræðunni. Mér langar bara að byrja þetta spjalla okkar á að skoða frétt Ríkissjónvarpsins þar sem að þið tóku viðtal við Jón Gunnarsson þar sem hann fjallar tillöguna. Það mikill þrýstingur af hálfu íbúana þarna á svæðinu sem að verða fyrir mikill truflun og sandfoki af uppþornuðum vatnsbotni þarna. Það áhersla lögð á þennan virkjanakost af hálfu landgræðslunnar og skógræktarinnar. Þarna semst fullir Jón Gunnarsson að þessi tillaga þessa 4 virkjanakosti sem eru þá Hagavatn og það Skrokkalda og það 2 virkjanir í neðri hluta Þjórsár. Að landgræðslan og skógræktin hafi verið að þrýsta sérstaklega á þetta. En það kom fljótlega í ljós að svo var ekki. Já, hann talar að landgræðslan og skógræktin hafi þrýst á Hagavatnsvirkjun. Þetta leiðréttir hins vegar landgræðslustjóri strax daginn eftir í öðru viðtali. Við skulum hlusta það hérna áður við höldum lengra. En landgræðslan ekki að hvetja eða letja virkjanir sérstaklega. Já, þannig kemur semst í ljós að Jón Gunnarsson hafði ekki alveg rétt fyrir sér. Nei, og maður velti fyrir sér hvaða leik verið að spila þarna. Þetta byrjar í rauninni allt saman fyrir áramót þegar að Jón Gunnarsson kemur með munnlega tillögu það inn í atvinnuveganefnd að færa alltaf 8 virkjanahugmyndir inn í nýtingaflokk. Nú búið að fækka þeim niður í 4 til viðbótar. Þannig að maður spyr sig verið að reyna að færa víglínuna þannig að allir verið sáttir með að það verið kannski bara 2 eftir eða eitthvað svoleiðis. Það hljómar svolítið þannig. Það kom mér þessi ljós eins og þú hefur sagt að skógræktarstjóri var ekki heldur eða skógræktin var heldur ekki að styðja þetta eða kalla á þessa Hagavatnsvirkjun. Þannig að það virðist vera of fátt sem kallar á það virkjun að þetta lítil virkjun, hún hefur lítið að segja svona í heildar orkubúskap þjóðarinnar. Algjörlega, þetta 20 megavatta virkjun og Kárahnjúkavirkjun til samanburðar 690. Já, þannig að þetta míjög lítil virkjun og það sem meira að þessar fullyrðingar að þetta sé umhverfisvænt að ráðast í hana vegna þess að það muni stöðva uppfok. Að þær standast ekki nánari skoðun. Ef við skoðum þetta betur þá verður samkvæmt þeim áætlunum sem Orkustofnun að sýna núna 5 metra yfirborðssveifla á þessu lóni og samkvæmt Ólafi Arnaldssyni jarðvegsfræðingi og prófessor við Landbúnaðarháskólann að þá þýðir það jafnvel að það geti aukist uppfok. Hann ekki að fullyrða að það geri það en það eru allt eins líkur á því. Þannig að óvissan gríðarlega mikil akkurat þessa virkjun. Þannig að þetta klárlega svona virkjun sem að Jón Gunnarsson ætlar að bakka með, þú veist, bara og en skellir þessu svona fram til að geta nota þetta í samningaviðræðum við aðra á þinginu seinna með, Þannig að já, og langar bara svona að því að við erum að tala Jón Gunnarsson, þá langar mig að sýna þér upp á myndbandi með Jóni Gunnarssoni eða sem hann fer hamförum á þinginu og talar bestu vini sína kommunistana. Já. Það ekki bara þannig í þessu samfélagi orðið að þegar lýðræðið og kommunismin mætast þá skal lýðræðið víkja? Það ekki þannig sem það orðið? Jú, það nefnilega nákvæmlega það sem hér í gangi. Að þegar lýðræðið og kommunismin mætast þá skal lýðræðið víkja. Það er ekki verið að reyna að stýra umræðinu svona í einhvern skynsamlegan hátt, heldur reynt einhvern veginn að sprengja allt upp, gera allt vitlaust. Já, og búa til 2 póla. Akkurat. Og það það sem maður hefur áhyggjur af í tengslum við rammaáætlun að það sé verið í rauninni að eyðileggja frið það ferli sem að rammaáætlun er. Það að segja að meta allar virkjanahugmyndir faglega og síðan að raða ennþá í vernd eða nýtingu. En þeir og Jón og fleiri bendi alltaf á að fyrri ríkisstjórn hafi gert þetta fyrst, þeir hafi brugðið út af tillögum rammaáætlunar og eitthvað svona og að því að þeir hafi gert það þá megi núverandi ríkisstjórn líka gera það en þetta samt allt öðruvísi þeir eru ekki að bjóða upp á eða núverandi ríkisstjórn eða meira hluti á þingi ekki að bjóða fólki upp á að senda inn umsagnir eins góðum fyrirvara og þetta ekki eins snemma í ferlinu, þetta algjörlega að loka metrunum sem allt inn komið fram með eitthvað óvænta hugmynd þannig að þetta ólíkt því sem að fyrir ríkisstjórn gerði sem var að í rauninni breyta tillögunni á fyrir stað í ferlinu þannig að almenningu gat komið betur að þessu. Algjörlega og þetta í rauninni má segja alls ekki anda til dæmis Árósasamningsins sem á að tryggja aðkomu almennings snemma í ferli ákvarðanatöku. Og ég myndi segja líka að það alveg öruggt að það sem var gert síðast í tíð fyrir ríkisstjórnar að þar var verið að fara eftir
þeim reglum sem að skrifaðar eru inn í lög rammaáætlun. En hérna er þetta á mjög gráu svæði, hvort að þetta sé sko í hreinlega löglegt og sérstaklega með Hagavatnsvirkjun. En nú erum við búin að afgreiða Hagavatnsvirkjun, ef við spáum aðeins í hina virkjanir eins og Skrokköldu, hvað finnst þér til dæmis þá tillögu? Já, Skrokkölduvirkjun er rennslisvirkjun upp á miðju hálendinu. Í sjálfu sér þá er þetta ekki ljótasta virkjun sem að maður hefur séð. Umhverfis áhrifin af henni, sérstaklega svona sýnilega áhrif er ekkert rosalega mikil. Það þarf ekki að byggja nýtt uppistöðulón til dæmis og stór hluti af mannvirkjum verður neðanjarðar. En það sem að skiptir máli, þó ekki öll, það verða sum ofanjarðar, en það sem að skiptir máli þarna er í rauninni það að þetta er einhvern veginn inn í miðju og hjarta hálendisins. Og það sem að við höfum náttúrulega séð fyrir okkur hjá Landvernd og náttúruverndarhreyfingin og útivistarhreyfingin og fleiri er að vernda hálendi sem eina heild. Og þar er ekki pláss fyrir fleiri virkjanir eða háspennulínur inn á hálendinu eða uppbyggða malbyggaða vegi. Þannig að þetta er mikil fórn að því að orkan úr þessari virkjun eru hvað, 45 megavett samkvæmt nýjustu áætlun. Þannig að það er frekar lítil virkjun, þannig að þetta er mikil fórn fyrir lítinn ágóða í rauninni. Já, og Hagavatnsvirkjun náttúrulega líka inn á miðhálendinu. Þá komum við að hinum tveimur virkjunum við neðri hluta Þjórsár, sem við segja að þetta er manngert umhverfinu þegar búið að spilla þessu, þú veist, virkjum. Sko áin sjálf, Þjórsá, er náttúrulega röskuð á efri hluta vatnasviðsins. Slíkt hefur náttúrulega alltaf áhrif á neðri hlutan líka. En það sem að þarna er að ræða er virkjanir sem eru í byggð. Þannig að okkur hefur þótt hjá Landvernd að það þurfi að skoða hver eru áhrifin á samfélagið. Til dæmis bara það að sitt sýnist hverjum virkjanirnar. Er þetta að valda deilum? Er þetta að valda átökum, kljúfa samfélagið? Og það hefur ekki verið gert. Það hafa verið gerð nokkuð mikla rannsóknir á laxastofninu sem þetta er eitt stærsti laxastofn landsins. Það er alveg ljóst að svona virkjanir hafa alltaf einhver neikvæð áhrif á fiskistofna. Til dæmis bara það að lónin þau fara yfir búsvæði seiðana, uppeldissvæði seiðana. Nú ef engar mótvægisaðgerðir eru þá náttúrulega komast fiskar ekki upp stíplur og svo framvegis. En þarna er verið að gera ráð fyrir mótvægisaðgerðum en menn deilir á það hvort að þær muni virka nægilega mikið. Það er að segja munu þær hafa neikvæð áhrif á fiskistofnana eða ekki. Og það er matmargra að það þurfi að kanna þau áhrif til hlítar. Og svo náttúrulega líka Urriðafoss, en hann fallega og stór mikla foss sem er þetta neðist í ánni og þetta geti minkað hann eða haft áhrif á það hvernig hann lítur út og þú veist þetta svæði allt þarna Þjórsá upp Þjórsárdalinn og alveg upp að fossunum í efri hluta Þjórsár, þú veist Dingur og þessir og hérna Gljúfralítarfoss og þeir þetta gæti allt verið ein flott ferðamannaleið, þú veist bara eins og Gullneshringurinn í dagirunni þar sem farið yrði með fólk hérna sveitina og upp í Þjórsárdal og þess að þar. Það er alveg mjög góð hugmynd að fara fossaleið í Þjórsá. Þannig að það eru aðrir hagsmunir þarna líka heldur en bara laxveiðinar og veiðiréttarhafa landeigenda, það er líka hagsmunir ferðaþjónustunnar, en svo alltaf er náttúrulega í þessum virkjunarmálum. Það fer ekki mjög saman að virkja mjög mikið og síðan að reka ferðaþjónustu sem að byggir á náttúrunni eins og ferðaþjónustan okkar gerir. Heyrðu, ég held að við séum bara, ég er miklu nær eftir þetta og hérna þakka þér bara kærlega fyrir kaffið og spjallið. Já, takk sömuleiðis. Takk fyrir komuna.